Komið þið sæl. Við ætlum að rifja upp tvö atriði í þessu myndbandi, annars vegar breytiþátt og hins vegar hvernig við reiknum hvað eitthvað hefur breyst mörg prósent. Við byrjum á breytiþættinum. Til þess að geta reiknað strax út nýtt verð eftir að það hefur hækkað eða lækkað, án þess að þurfa að finna fyrst prósentuna og síðan bæta í við eða draga frá, þá getum við notað þessa reglu hér, sem er í bleika kassanum, að þessi þríhyrningur virkar eins og sá sem ég sýndi ykkur í síðasta myndbandi. Þannig að við ætlum að finna til dæmis nýtt verð eftir einhverja breytingu. Þá byrja ég að taka gamla verðið og margfalda með breytiþætti. Og nú ætlum við að rifja upp hvað breytiþáttur er. Breytiþáttur er sem sagt tala sem að gefur til kynna hversu mörg prósent eitthvað hefur hækkað eða lækkað. Best er að skoða dæmi til þess. Byrjum á að kíkja á afslátt. Hér erum við með fullt verð sem telst vera 100% og í þessu dæmi er eitthvað sem á að kosta 3.000 krónur. Nú ef að það er gefin 15% afsláttur, þá er ég í raun að borga 85% af verðinu. Því að 15% eru tekin í burtu af upprunalega verðinu sem var 100%. Þannig að með því að finna 85% af verðinu, þá er ég komin með það sem ég borga. Þannig að ég er að borga þetta hér. Þetta var tekið í burtu. Og þá get ég sagt að breytiþátturinn sé 0,85. Það er að segja þau 85% sem ég er að borga. Og ef við notum þá regluna sem ég var að sýna ykkur rétt áðan, þríhyrningin, að til þess að finna nýja verðið, þá tek ég gamla verðið, margfalda með breytiþættinum og breytiþátturinn, ef eitthvað lækkar 15%, þá er breytiþátturinn sem tala hér 0,85. Þannig að ég setja inn gamla verðið sem er 3.000, breytiþáttinn sem er 0,85, þá fæ ég strax hvað nýja verðið er eftir afsláttinn. Sem sagt 2.550 krónur. Og þetta var lækkun. Við getum líka beitt þessu ef við ætlum að fá nýtt verð eftir hækkun. Hér erum við með fullt verð, 3.000 krónur. Og nú ætla ég að hækka verðið 20%. Ég get þá annarkvort fundið 20% og bætti við. Gert þetta í 2 skrefum. Eða hugsað að nú bætast við 20%. Þannig ég er allt í einu farin að borga 120%. Upphaflegu 100% og 20% í viðbót. Þannig að ef ég skoða hversu mikið ég er að borga, skráa þetta sem tugabrot, að það er þá breytiþátturinn sem ég mun nota í útreikningum. Hann væri þá 1,2 eða 1,20. Og notum sömu reglu áðan. Skotnir eru 3.000 krónur, hækka 20%. Hvert er nýja verðið? Og þá tökum við gamla verðið sem er 3.000, breytiþáttinn sem er þá 1,20. Og með að margfalda þetta saman þá fæ ég strax nýtt verð eftir hækkun, sem sagt 3.600 krónur. Önnur regla sem ég ætla að sýna ykkur núna er þessi hér, hvernig finnum við hvað eitthvað hefur breyst mörg prósent. Dæmi geti verið þetta hérna, vara kostar 1750 krónur og er síðan seld á 1490 krónur. Hve mikill er afslátturinn? Það sem ég hef oft séð nemendur gera við svona dæmi er að byrja að grípa þessar tölur og fara að deila. Gera annarkvort 1750 deilt með 1490 eða 1490 deilt með 1750 og svo vonast þér til að fá rétt svar og athuga hvort það hafi gengið upp í það. Og ef ekki, þá prófa þær að snúa deilingunni við. Það er vissulega hægt að deila, en með því að deila er maður í raun að finna breytiþátt og það er að vera meðvitaður það. En ef maður vill fá prósentubreytingunum beint, þá mæli ég með þessari reglu hérna. Og hún segir okkur, byrjið á að finna mismunin á þá gamla og nýja verðinu, sem er þá bara 1750 mínus 1490, og deilið með gamla verðinu eða gamla magni ef eitthvað er að þyngjast eða aukast eða eitthvað slíkt. Þannig að skoða hvernig við klárum þetta dæmi. Mismunurinn er þá mismunur á þessum 2 verðum sem er hér gefin í dæminu. Og
hann reiknast 260 krónur og svo deili ég með gamla verðinu. Þannig stendur vara kostaði upphaflega 1750 og þess vegna deili ég með 1750 hér en ekki 1490. Og það sem gerist núna er að ég fæ beint út tugabrot sem segir mér prósentubreytinguna. Það er að segja, afslátturinn er þá 14,86%. Ef þið viljið vera að deila með gamla og nýja verðinu, passa ykkur þá bara á hvort er fyrir ofanstrik í teljara og hvort er í nefnara og það sem þið fáið út er breytiþáttur, hafið það í huga, ekki endilega prósentubreytingin. Þannig að ég mæli með þessari reglu hérna. Og ef við tökum saman 3 reglur sem kom ykkur ansi langt í lífinu, að minnst okkur í prósentureikningi, þá er það fyrsta reglan sem ég fór yfir í síðasta myndbandi, hvernig við finnum hluta, heild og prósentu. Svo er það reglan breytiþátt, sem er númer 3, og loks svo sem ég var að sýna ykkur rétt áðan, hvernig finn ég prósentubreytingu. 3 gullnar reglur í prósentum, gott að leggja á minnið og þið komið til með að nota þær ansi oft. En takk fyrir mig í bili og gangi ykkur vel að nota þessar reglur.